Þegar við tölum fjárfestingar þá eru hlutabréf yfirleitt það fyrsta sem okkur dettur í hug. Hlutabréfamarkaðurinn, hann til vegna þess að fyrirtæki kjósa að safna peningum frá fjárfestum meðal annars til þess að stuðla að uppbyggingu fyrirtækisins, styrkja eigið þess eða fjármagna ný verkefni. Það gerir fyrirtækið með því að gefa út hlutafé sem við köllum í daglegu tali hlutabréf og fjárfestar eins og ég og þú getur síðan keypt þessi hlutabréf og þar með átt hlut í fyrirtækinu. Tökum bara dæmi. Sara, hún opnar ísbúð og ísbúðin gengur mjög vel en hún hefur enn stærra markmið sem hann langar til að ná en til þess þá þarf hún meira fjármagn. Hún byrjar á því að fara í bankann en bankanum finnst þetta alltof áhættusamt. Síðan fer hún og leita til fagfjárfesta en þeir eru ekki til í þetta heldur. Þannig að hún endar á því að fara með fyrirtækið í frumútboð. Vissulega eru mörg skilyrði sem að fyrirtækið þarf að uppfylla ef það fer í frumútboð, en þetta er svona til að einfalda dæmið. Þar geta fjárfestar eins og ég og þú keypt hluti í ísbúðinni og aðstoða Söru við að fjármagna reksturinn og þróa nýja bragðtegundir með fjármagnum frá okkur.